Sæl, við erum velkomin aftur í Masterclass í aktivisma. Hér koma aktivistar og baráttufólk sem talar sína reynslu, sögur og markmið í baráttu fyrir jafnrétti. Þessi fyrirlestrar eru í boði sósíalísku menntakommununnar og gerast á 2 vikna fresti. Síðustu vikur höfum við fengið til okkar Hörð Torfason, Simu Erlu Serdar og Öfga, hóp feminista. Í dag fáum við til okkar Katrínu Oddsdóttir sem mun segja frá sinni baráttu fyrir nýju stjórnarskránni. Katrín var virk í samfélagsdeilunni eftir hrun, sat í stjórnarlagaráði og hefur verið formaður stjórnarskrárfélagsins sem hefur reynt með fjölbreyttum hætti að halda stjórnarskrármálinu á lífi. Katrín, gjörðu svo vel. Takk. Já, hæ, verðið komið blessuð og nú burtu með þessar glærur sem þessar stafsningavelli á. Ég heiti Kata og mér langaði að tala stjórnarskrárferlið og svolítið baráttuna sem hefur síðan átt sér stað eftir það. En fyrst langar mig að útskýra eitt varðandi lögfræði. Það eru svona ákveðið trikk hjá lögfræðingum að láta lögfræði hljóma mjög flókna. Hvort þetta sé meðvitað eða ekki veit ég ekki alveg. En það er svona í raun og veru verið að nota dálítið latínu og gera hlutina svona óaðgengilega í þessu fagi. Og sumt er bara einhver grunnupplýsingar sem að borgararnir eiga að hafa og það skrítið að það sé ekki í menntakerfinu okkar sé til þess. En eitt af því sem ég langaði að segja og skiptir máli í þessu samhengi er að það eru svona 3 aðalskýringarreglur í lögfræði sem að eru notaðar ef lög skarast eða þess að rekast á. Þau eru ekki samhljóma, eins og til dæmis getum við nefnt sem dæmi núna blaðamannamálið sem að þeir eru komin með stöðu sakborning þarna er einhverju lög sem að löggan fyrir norðan er að reyna að nota stafrænt kynferðisofbeldi og svo eru lög að þau mega vernda sína heimildamenn og þurfa ekki að segja frá þeim. Þetta getur skarast eða þetta getur í raun og veru svona eins og það fari ekki saman. Og þá notum við þessar aðferðir, það er að segja, þetta er kallað á latínu auðvitað og tilfræðingarnir eru að gera þetta flókið. Lex superior, sem þýðir bara það að eins og þessi ofurhetja hérna myndi mögulega geta rústað einhverjur venjulegri manneskju í einhvers konar bardaga, hún er svona með æðri kraft, þá myndi hún trompa venjuleg lög, þar að segja. Og svo er það nýji síminn væri betri í eldur en skífusíminn, þar að segja það sem er nýrra trompar það sem er eldra og að lokum er lex specialis sem þýðir það að það sem er sértækara trompar það sem er almennara. Við myndum frekar vilja hafa svona kort ef við verum að reyna að rata kort heldur en svona kort. Og þetta er í raun og veru stór hluti af því sem lögfræði snýst einhverju svona reglur sem að fólki sem að vinnu við þetta fær aðganga en kannski ekki allir. Og þá er spurningin hvaða ætli séu æðstu lögin í landinu? Vill einhver svar og sal hér, við erum loksins komin saman í persónu? Æðstu lög landsins? Hæstaréttur. Ekki Hæstaréttur, æðstu lög landsins, lögin sem trompa til hinn lögin. Það er stjórnarskráin. Stjórnarskráin nefnilega er þessi hérna ofurhetja á kortinu vegna þess að hún, ef að önnur lög eru ekki samhljóma henni, þá er það hún sem ræður. Þess vegna skiptir hún svo miklu máli í lögfræði. Þess vegna er hún eitthvað sem að hérna er eins og grunnurinn undir sjálfu húsinu svo allt heitir byggt á því. Og þá þurfum við að spyrja okkur alls konar spurninga eins og hvernig er stjórnarskráni breytt af því hún nýtur svona aukina verndar og það er ógeðslega erfitt að breyta henni með við önnur lög vegna þess að hún er grundvöllurinn og við viljum ekki sjá atburði eins og til dæmis gerðust í seinni heimsstyrjöldinni þar sem að Hitler, allt sem hann gerði var algjörlega rúmaðist innan stjórnarskrárinnar af því að hann breytti henni bara jafnóðum. Og eftir þetta áfall mannkynssögunnar þá var þróað upp svona stjórnarskrárfesta sem þýðir það að við viljum alveg klárt mál að það sé erfiðara að breyta henni heldur en öðrum lögum. Svo get ekki bara hver sem er komið náð völdum með einföldum meirihluta og farið að gera eitthvað ógeðis og afnema mannréttindi. Þannig að við erum með svolítið erfiða stjórnskipunarsögu á Íslandi og það sem þarf að gerast í þessari baráttu, þess vegna er ég að fara yfir þetta allt saman fyrst sem við erum að berjast, þar að segja að fá nýju stjórnarskrána okkar. Það þarf svolítið að varpa ljósi á allt þetta, sögun okkar, af hverju var þessi maður gjörsamlega brjálaður að reyna að fá íslenska stjórnarskrá sem aldrei tókst, af hverju og hvaðan kemur allt þetta opinbera vald sem að valdhafarnir okkar fara með dagsdaglega. Við hugsum bara, já, þetta kemur upp með í gegnum kosningar, en það er samt svona grundvallarregla undir þessu öllu sem er svo að lýðræði fungerar vegna þess að það er forsenda sem við gefum okkur í byrjun sem er svo að allt vald komi frá þjóðinni.
og það ótrúlega mikilvæg grundvallarforsenda. Svo byrjar hún svona að mást út einhvern veginn þegar við erum búin að þróa útfærsluna sem fulltrúalýðræði og það verður ótrúlega erfitt að virkja þennan grundvallarkraft aftur. Og þess vegna baráttan okkar líka dálítið mikið að reyna að koma bara einhverju vitundavakningu á þess svona stór mál sem að hljómar náttúrulega grjótleiðileg þegar maður bara einhver manneskja að reyna að ná endum saman og lifa eðlilegu lífi. En algjör grundvöllur fyrir því hvernig landinu stjórnað og hvernig farið með völdin. Og við, eins og þessi spurning, hver stjórnarskrárgjafinn? Þetta spurning sem við kannski vorum ekki að spyrja okkur fyrir nokkrum árum, en við erum búin að reyna að koma inn í gegn núna í baráttunni okkar, í gegnum huga fólks og útskýra að þetta þjóðin. Það þjóðin sem stjórnarskrárgjafinn. Það munurinn á löggjafanum, sem Alþingi, og stjórnarskrárgjafanum, sem þjóðin. Og þegar við höfum verið að fara til með hitta þingflokka sem við höfum reglulega gert í stjórnarskrárfélaginu, þá byrjum við alltaf á að spyrja bjöllspurningar. Hver stjórnarskrárgjafinn? Stundum hafa þau rétt svar, stundum bara alls ekki. Og það svona pínu óþægilegt að við séum í alvörunni að þurfa að byrja þar að árétta það fyrir löggjafanum að þau eigi ekki þetta vald. Það sem að ruglast þetta saman það að stjórnarskráin breytt með þeim hætti að Alþingi samþykki breytingar, svo koma kosningar og næsta þing þarf að samþykkja það líka. Og fyrir vikið þá líður Alþingi oft eins og Alþingi eigi bara þetta vald. En það algjör rangtúlkun. Og í fræðunum þetta alveg skýrt, en það bara engin venjuleg manneskja eitthvað að lesa fræðin. Heldur fólk svona svolítið bara að lifa lífinu sínu. Hrunið árið 2008 leiddi til svona stærstu mótmæla Íslandssögunnar og að því að ég var beðin að koma hingað til að tala aktivisma, þá myndi ég þegar ég var labbingað að ég alin upp af fólki sem var mjög aktív. Mamma var einn með stofnendum kvennalistans og þau voru mikið svona umhverfisverndarfólk og annað. Þannig ég var alltaf á einhverjum fundum, einhverjum friðarfundum og alltaf frjósa fyrir einhver sendiráð, ég var lítil og svona. Þannig að ég svolítið alin upp í þessum anda, en í hruninu þá samt svona lét ég fyrst til mín taka með einhverjum hætti að því ég flutti ræðu á þessum mótmælum einum sem voru alltaf vikulega hjá honum Herði og var alveg brjáluð eins og margir aðrir og svo ræða einhvern veginn, ég man að koma í fréttum, valdaráni var hótað á Austurvelli í dag. En ég var laganemi á þeim tíma og þetta þótti laganemunum sem voru með mér í HR ekki cool. Að ég skildi hafa flutt þessa ræðu og tekið það fram að ég væri laganemi. Svo það byrjaði alveg ógeðslega fyndin deila þar sem einhverjir laganemar, svona litlir heimdellingar einhverjir, vildu að ræðan mín tekin út af einhverju svona síðu háskólan sem var eitthvað svona háeringar í fjölmiðlum eða eitthvað. Og þeir fóru bara mikið að berjast fyrir því að þessi ræður tekin út af því það fannst svo rosalega óþægilegt að manneskja sem kallaði sig laganemi væri að segja þá hluti sem ég sagði í þessum mótmælum. Og þeir bara skrifuðu í blöðin og voru alveg brjálaðir og það voru eitthvað fjölmiðlamál. Og á endanum, og svo Facebook síða það sem var svona krefjumst þess að ræða Katrín Oddsdóttir voru tekin af vefsíðu Háskólans í Reykjavík. Svo kom svona mót Facebook síða, krefjumst þess að þið hættið að böggast í Katrín Oddsdóttir eitthvað svona. Og á endanum, og ég var alltaf eitthvað í fjölmiðlum, bara hvað á ég að kalla mig? Kýrópraktor, ég laganemi, og ég vill svo til að ég hefi svo skoðanir og leyfi mér að vera aktivist á sama tíma, en það sýnir svolítið vel hvernig þessi fræðigrein og þessi stétt lögfræðinga telur sig eiga tiltekin mál og þú ert ekki að geta verið tilheyrt henni en tala með einhverjum öðrum hætti stundum á sama tíma. Og það ekki margir, og það bara alveg ótrúlega áhugavert hvernig lög eru síðan notuð og eins og að því nú ég að tala hér í húsi sósíalista þá náttúrulega það alveg sérstök stúdía út af fyrir sig hvernig lögfræði notuð til þess að safna auðu á fárra hendur. En við erum að tala hrunið. Og þetta sjáu þið, þetta ótrúlega merkilegt. Íslendingar ekki eins og frakkar, Íslendingar svolítið svona seinþreyttir til vandræða og mótmæla. En þessi stund, allir sem hér voru muna þetta eilífi. Þetta bara, ég held að Oslo tryggði sig bara þetta kaldarkóla. Og þetta var dag eftir dag, það var bara svona umsáturs ástand Alþingishúsið af því að stjórnvöldin neituðu að leyfa fólkinu að kjósa. Og það sem að gerast, þetta heitir löggan, einhverju skildir og málning á húsinu. Ég heitti Stefán Eiríksson sem var lögreglustjórinn á þessum tíma og hann sagði mér að hans trikk til að reyna að lægja öldurnar í þessum rosalega rostursömu tímum hafi verið að laumast alltaf þegar mótmælin voru að lognast út á hverjum degi og þvo húsið, svona í skjóli nætur til þess að þetta alltaf byrja upp á nýtt, til þess að væri ekki hægt að sjá svona hvernig það einhvern veginn safnaðist upp og það held ég hafi virkað ágætlega að það svona einhvern veginn var svo skrítið, maður kom alltaf aftur daginn eftir og bara eitthvað býtuð, var ekki eitthvað öðruvísi gerð. En
En allavega, þá krafan hérna svo að við fáum að kjósa að það verði skipt forystu í fjármálaeftirlitinu og Seðlabankanum sem Davíð Oddsson var og svona. Og allar þessar kröfur voru að lokum náðu fram að ganga. Sem sýnir okkur það að mótmæli ef þau eru nógu stór og ef þau eru nógu endurtekin, þau bara virka. Það bara staðreynd. Og það sem að gerast þarna sem enn áhugaverðara það að út frá svona stjórnarskrárfræðum þá að myndast eitthvað sem heitir stjórnarskrárstund eða constitutional moment sem eru svona sérstök moment í sögu þjóða þar sem allt í einu almenningur vaknar upp eins og hálfgerður risi og það hægt að ná stórtækum breytingum, þú veist, og flestar svona stjórnarskrárstundir þegar þjóðir skrifa sínar eigin nýju stjórnarskrár eiga sér stað í kjölfar mjög erfiðra atvika eins og borgarastríðs eða stríðs eða annars, en við hér heima, við vorum bara með fjármálahrun, svo að þú veist, fólk dó ekki í stórum stíl, við vorum í raun og alveg ótrúlega heppin, en engu að síður þá myndaðist svona stund og þeir sem muna þetta vita að það var alveg ótrúlega merkilegt að vera til akkurat á þessum tíma, að því fólk var velta fyrir svo stórum spurningum. Það var ekki þetta venjulega, þú veist, bara eitthvað svona rífist einhverja prósentu á einhverju hækkunum, heldur það var bara svona býta, af hverju, þú veist, hvernig gat þetta gerst? Og hvernig getum við komið í veg fyrir að þetta gerist aftur? Þannig að öll þessi mótmæli héldu áfram, pabbi minn tók þessa mynd, ég held að hann hafi ekkert prílað inn í Hótel Borg, pottet ekki með leyfi og hérna náð svona yfirlitsmynd, en mér finnst hún eitthvað svo falleg, hvernig hún snýr og hún sýnir líka bara, þú veist, hugsa ykkur dag eftir dag eftir dag. Og eins og þegar ég kom þarna upp á sviðið og ætlaði að flytja mína ræðu, horfði ég yfir allt þetta mannhaf og ég held að það hafi verið eitthvað metmæting, það var mér að vera sjónvarp þessu beint og ég sá bara svo ótrúlega mikið eldra fólki sem var svona graf alvarlegt á svipinn og þá fattaði ég allt í einu bara hvað þetta var allt ótrúlega alvarlegt og hvað var búið að gera, hvernig var búið að koma þessari þjóð í algjört klandur með einhverju ótrúlega sorglegu kapitalísku rugli og að þessi kynslóð Íslendinga sem hafði haft helviti mikið fyrir því að koma okkur á einhvern bærilegan stað stóðarna allt í einu bara svona algjörlega svona döpur af ástandinu og þá varð ég reið sko. Það var það sem gerði mér svona reiða í þessari ræðu. Hérna einn guður sem náði að orða hvernig öllum leið og nokkuð vel. Hann félagi með þessi og við vorum saman að búa til eitthvað skilti og fara síðan með á mótmælinu og ég man því ég sá skilti hann síðan bara já, þetta nákvæmlega, þú veist, og ég reyni ofta að útskýra þetta fyrir fólki erlendis, þú veist, að þetta hafi verið einhvern veginn línan sem á lokum varð bara tagline mótmælana. Þú veist, það ekki hægt að ná utanum þetta með venjulegum síðuðum orðum, þú veist, við vorum bara algjörlega svona varnarlaus yfir ástandinu og það erfitt að útskýra það, en átök alls ekki alltaf slæm og þarna, og þú veist, maður finnur bæði orðræðan í kringum hrunið og svolítið eftir hrunið, það mikið verið að reyna að ná tökum á henni í samfélaginu, það mikið verið að tala að hvað þetta hafi verið að mörguleyti oflangt gengi þarna, einhver gerði þetta og einhver gerði hitt, en þetta voru samt langmestu leyti friðsamleg mótmæli sem að almenningur studdi í mjög afgerandi meirihluta. Og það má ekki þvo það af sögunni og reyna að sögufalsa þetta einhvern veginn seinna að því að fólki finnst í dag erfitt að horfa á svona myndir. Þetta var það sem að þjóðin, ef að hægt að tala fyrir hana, vildi gera á þessum tíma, hún vildi tjá sig með þessum hætti. Og það hafði auðvitað mjög mikil áhrif síðan á stjórnmálin og allt í einu var hægt að gera alls konar hluti út af því að það þarna svona stjórnarskrárstund, út af því að stjórnmálin finna að þeir eru bara skíthræddir við almenning og skíthrædd við það að fólki láti ekki staðar numið og það bara krafa það að hlutin séu gerðir betur. Og það náttúrulega leiddi til þess að loksins urðu kosningar þarna í janúar 2009 og við fengum þá fyrstu vinstri ríkisstjórnina í þessu landi. Hún var náttúrulega með algjörlega hræðilega stórt verkefni í fanginu og Jóhanna og Steingrímur voru þarna þessum tíma, þau reyndu held ég að gera eins vel og þau gátu og ég hugsa nú að sagan muni svo sem ekki fara neitt sérstaklega hörðum höndum með þetta tímabil þeirra þó að margir hafa viljað meina að þetta hafi ekki verið nóg. En það til dæmis hérna nokkru hlutir, eins og sérstakur saksóknari sem var settur og þú veist á Íslandi þá lentu þú einhverjir af þessum bankamönnum sem höfðu brotið lögin í fangelsi, það var meira en víða annar staðar þó að það sé auðvitað stórlega ýkt síðan hvernig umheimurinn telur þetta hafa verið. Við vorum með rannsóknarnefnd Alþingis sem var líka mjög verðingavert fyrirbæri og þessi ótrúlega merkilega skýrsla sem hún skilaði í 9 bindum sem enginn talar um í dag, þar sem við raki bara allar orsakirnar fyrir því hvað fór úrskeiðis út frá siðferðilegum pælingum, út frá stjórnmálalegum pælingum, kapitalískum pælingum og hvernig akademían einhvern veginn var meðvirk með þessu öllu saman og fjölmiðlarnir og þetta bara stórmerkilegt rit
sem við munum alltaf eiga og einhver daginn held ég að hún verði aftur tekin fram svolítið. Og svo var auðvitað Geir Haarde dreginn fyrir Landsrétt, hvað sem fólki kann að finnast aðdraganda þess og þar var hann dæmdur fyrir vanrækslu, sem skiptir líka máli vegna þess að það sem að tilgangurinn með lögum og viðurlögum sá að það myndi einhvers konar forvarnaráhrif. Þú veist, þú vilt ekki lenda í fangins, þú vilt ekki fá að það stimpil, ég meina Geir Haarde eflaust fyrirtaksmaður að flestu leyti, hann vill ekki hafa þennan stimpil á sér að hafa gerst sekur vanrækslu sem forsætisráðherra landsins og reyndi að þvo hann af sér með Mannréttindadómstólnum sem tókst ekki. Þetta bara niðurstaðan. Og þarna voru, þú veist, þessi Landsréttur sem aldrei hefur verið kallaður áður saman og ekki eftir heldur, hann skipaður, þú veist, öllum hæstaréttardómurunum, þetta ekki eitthvað svona moment, bara einhver stemning, eitthvað heikafla stund eitthvað. Þetta eru bara þeir lögfræðingar sem við teljum færasta til að fara með dómsmálin sem komast að lögfræðilegri niðurstöðu og það líka mikilvægt að muna það. Svo voru þessar 2 þjóðaratkvæðagreiðslur Icesave og lokum stjórnarskrármálið sem ég er nú komin hingað til að tala og kannski hætti að fara að víkja að, sem ég held að sé eitt af merkilegasta við þetta tímabil. Hvernig þetta byrjar líka svo fallegt, vegna þess að það grasrótin í raun og veru sem á þessa hugmynd hér. Það var mauraþúfan sem var svona viðbragð við hruninu, hluti af þessu að allir voru alltaf eins og peppaðir og vakandi og vildu gera eitthvað. Og í henni var alls konar fólk sem stóð að svona þjóðfundi sem var haldinn árið fyrir þetta. Það var, þú veist, fólk úr viðskiptalífinu eins og Halla Tómasdóttir og Guðjóni Ós og svo alls konar aktivistar og einhvern saman byggu þau til þetta konsept sem það að leyfa fólki sem valið af handahófi, sem skiptir svo miklu máli. Þetta ekki þessir venjulegu valdsæknu borgarar sem vilja vera allstaðar og ráða öllu, heldur bara fólk úr samfélaginu, bara yfir allt landið af öllum aldri og kynjum og svo framvegis, sem fær að setjast niður í einn dag og tala saman. Og sumir lýsa þessu sem sko guðlegri reynslu, hugsið ykkur, af því það svo sjaldgæft að fá svona óhamið samtal eitthvað sem skiptir máli. Fólk svo ofta að fá eitthvað svona viðbrögð við einhverjum spesifískum atburðum en að það eiga samtal bara framtíð landsins síns og hvaða gildi það eigi að vera sem að ný stjórnarskrá byggir á, held ég svona upplifun sem að breyta fólki bara. Og af því að það var mjög mikið pælt í því hvernig fyrirkomulagið á fundinum var, þá tryggði það að hægt væri að í raun og veru fá sjónarmið allra og svo eitthvað svona kerfið það sem að fólk að velja hvað þið finnst mikilvægast og svona eimar sjálft í raun og veru niðurstöðu fundarins. En þetta var svona fyrsti takturinn í þessu lagi sem að nýja stjórnarskráin og gerð hennar var. Og eiginlega ótrúlega fallegt af því að ef maður skoðar stjórnarskrárferlið þá lítur það svolítið svona út eins og stundaglas. Það byrjar svona vítt, svo fer það svona þröngt og það er að reyna að skrifa stjórnarskrána og svo fer það vítt aftur og endar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég held að það sé það sem gerir ferlið lýðræðislegt það að fólkið á báðum endum þess. Venjulegt fólk, ekki einhverjir útvaldir. Hérna talandi útvalda þá þetta stjórnlagaráðið sem þessi 25 manneskjur sem við fengum að skrifa þessa nýju stjórnarskrá. Hérna svona til samanburðar típiskur Founding Fathers hópur, kallar með einhverja hárkollur í hérna lokuðu svona mjög reykfylltu bakherbergi einhverju. Og það var auðvitað, þú veist, meiri fjölbreytni hjá okkur en samt ekki fullkomin. Þið sjáu að það enginn hérna á einhverjum öðrum kynþætti til dæmis heldur en hvítum það, þú veist, Pavli á pólskar ættir en að öðru leyti þetta svona einsleitt hvað var það þjóðerni. En það líka gott að hafa í huga náttúrulega að þetta árið 2011 og samsetning þjóðarinnar hefur líka breyst svolítið eftir það. En það alveg hægt að gera betur heldur en þetta. En þetta samt í heimssögulegu samhengi algjört kraftaverk. Konur hafa ekki fengið að skrifa stjórnarskrár í heimssögulegu samhengi, bara ekki séns. Það bara ekki að fara, þú veist, bara vera í boði. Og þetta hérna dæmi, þetta breytir meira að segja hérna svolítið heimssögunni hvað það varðar. Núna það að breytast betur fyrr. Aðferðafræðin sem við notuðum, ekki síst vegna þess að það sem gerðist eftir að kosningarnar áttu sér stað og það var lélegt þátttaka í þessum kosningum, þetta var ógeðslega flókið, það buðu sér fram 500 manns til þess að vera þessi 25 manna hópur og ég held að kosningaþáttakan hafi verið 39% eða eitthvað álíka, bara svona mjög slakt, en það hefur aldrei áður verið gerð svo krafa á kjósenda að mynda sér skoðun hvaða 25 af 500 þú vilt til að skrifa ykkur stjórnarskrá, þetta bara ógeðslega flókið verk. Ég man maður fekk eitthvað svona feitan bækling heim og bara eitthvað, þú veist bara að reyna að kynna sér þetta en þetta var niðurstaðan og niðurstaðan mjög áhugaverð, maður skoðar samsetninguna en eftir að þetta gerist þá náttúrulega
eins og frægt orðið ógildir Hæstiréttur kosninguna án þess að talið hafi verið að niðurstaðan hafi verið á neinn hátt eitthvað bjöguð og þá skipar Alþingi þetta stjórnlagaráð í staðinn fyrir stjórnlagaþingið. Og þetta svona brösótt byrjun sem ég held að hafi verið svona mjög mikil blessun í dulargervi. Af því ég held að þetta hafi þýtt það að við reyndum svo mikið að vanda okkur að vinna sem hópur frekar en einhver svona uppblásin ego, sko, hvert fyrir sig og hvað sýnir kjósendur. Þú veist, það bara breytist algjörlega dýnamíkin í hópnum út af þessu. Og það var miklu meiri svona, þú veist, við vorum að funda þarna eftir þessa ógildingu, bara einhverju paniki að hugsa, getum við gert þetta samt, bara þó við fáum engin laun og getum við bara einhvern veginn klárað þetta, við verðum að klára þetta. Af því maður fann alveg að þetta voru íhaldsöflin sem voru að loka niður þessu ferli og þú veist, það algjör hneisa að Hæstiréttur hafi komist að þessari ógildingar ástöðu og við sjáum það nú ekki síst núna í samanburði við nýafstaðna kosningar, hvað þetta í raun og veru galið. En aðferðin sem við notuðum og ég held líka hafi komið til vegna þess að við vorum að reyna að auka allt, sko, alla svona ownershipið og þannig fyrir fólkið í þessari ferli var að nota það sem oftast notað í sko tölvunafræði, það að segja crowdsourcing, sem að heitir líðvistun á íslensku, skils mér. Og þetta bara svo aðferð sem meikar algjörlega sens, að þegar þú ert að fara að búa til, segjum til dæmis mjög stórt prógram, eða forrit, og í staðinn fyrir eins og var gert í gamla dagi, svona byrjun tölvunafræðinar, pabbi minn var tölvunafræðingur, þá byrjaði bara einhver að skrifa eitthvað svakalegt forrit og svo bara til dæmis dæmi, það áttu að gera nýtt sjúkrabílaforrit fyrir London og það byrjaði bara einhver forritar að skrifa það og taka bara 2 ár í það og sér bara að gjöra svo vel, forritið byrjaði að keyra og bara ógeðslega margir dóu, af því forritið var ekki gott. Og smám saman fór fólk að fatta í gegnum svona alls konar gæðastaðla og annað að það meika sens að prófa jafn óðum það sem þú ert að búa til á fólkinu sem á að nota það. Og það í raun og leyfa fólki að hafa áhrif á það, sko. Þannig að þú ert alltaf að búa til svona, þetta kallað líka agile programmið, þú ert alltaf að búa til í raun og veru eitthvað sem hægt að nota og svo heldur áfram, þannig að þetta eru litlar einingar. Og við reyndum að gera það, svo gerðum við eða byggja svona á svolítið þeirri hugmyndafræði, svo reyndum við að vera skeggsæ og hægt var vegna þess að við vildum þannig stjórnvöld og nýja stjórnarskráin átti að búa til þannig vettvang fyrir stjórnvöldin í landinu að það væri hægt að vinna með gegnsæjum hætti vegna þess að sú leyndarhyggja sem einkennir íslensk stjórnvöld og umboðsmaður Alþingis hefur til dæmis talað bara miklu meiri hér heldur en til dæmis í nágrannalöndum okkar, hún algjörlega gróðrarstía fyrir spillingu. Þú veist, þar þess vegna sem að hér svo mikið rangt og vont í gangi af því það verið að fela svo mikið að dóti sem ætti ekki að fela. Og þess vegna vorum við að reyna að segja, ok, við getum sýnt fram á það að það er hægt að vinna með gegnsæjum hætti. Þú veist, þó við séum bara eitthvað eitt ráð í 4 mánuði, þá samt það ákveðið sýnidæmi. Þannig að við notum síðan Facebook og YouTube og Twitter og allt til þess að fá almenning að borðinu og vorum að streyma ráðsfundunum okkar í beinni útsendingu, þú veist, þar sem allir voru mættir og testa þetta jafn óðum, þú veist, þannig að við settum í raun og veru draugin okkar alltaf á neti í hverju viku. Ég held við höfum gert það alls 11 sinnum eitthvað svoleiðis, í svona áfangaskjal. Og fyrst voru það bara kaflaheitin, bara hvernig hún myndi, þú veist, raðast upp og síðan fór að koma greinarnar inn í og þá gat fólk kommentaði í gegnum Facebook bara, nei, mér fannst það betra í síðustu viku eða akkur eru þið ekki að tala um dýravernd, þú veist, þú bara sendt okkur sínar hugmyndir náttúrulega í gegnum síðun okkar og sem komið með handskuðu bréf, þetta var svona, þú veist, allir gangur af því og það hafði mikil áhrif á því hvað að endanum rataði í stjórnarskrána. Þannig að það ekki þannig að þetta hafi verið eitthvað svona whitewash. Þetta var almenningur með í ráðum, það hægt að sýna bara fram á það að hugmyndir sem komu frá almenning með ýmsum leiðum höfðu afgerandi áhrif á skjalið. Svo var það þetta með konsensus aðferðafræðina sem var fengin að láni frá Kvennalistanum og í raun og veru snýst bara það að við ekki alltaf að kjósa hvort annað niður. Þú veist, við hefðum getað á fyrstu degi tekið ákvörðun það að taka þjóðkirkjuna út úr stjórnarskránni af því það voru fleiri af okkur sem vildu það heldur en hitt. En það var hins vegar lítill minnihluti sem fannst það óbærilegt. Svo við fundum leið til þess að sætta þessi 2 mál af því okkar hlutverk var ekki að ákveða það stóra mál. Þannig að það sé bara hægt fyrir þjóðina að ákveða þetta í framtíðinni. En þú veist, hvort sem getur gengið upp. Með því að gera þetta þá endanum voru allir þessir 25 sammála alla stjórnarskrána nýju, sem eru 114 greinar af texta, sem algjört kraftaverk, held ég. Og það hægt að lesa þetta allt saman. Og maður hugsa bara, ok, þetta var ógeðslega mikil vinna að gera þetta svona auðvitað og það fór rosa mikil tími í að skipuleggja starfið til við gætum gert þetta svona og þetta var tæknideildin okkar. Einn gaur, gjörsamlega frábær maður sem heitir Finnur Pálmi Magnússon og hann einhvern veginn
bara var alltaf að fá einhver svakaleg verkefni í fangi, bara eitthvað, við viljum gera þetta allt opið og keksætt og við viljum að fólk geti tala við okkur og við vorum bara svona, svona litli krakkar, hann bara fáránlega lausnað með þær og góðu gaur og hann fann alltaf einhverja leiði til að láta þetta allt ganga, þannig að hann er meistari. Svo er þetta með sko samvinnu að því hún skapar ákveðið eignahald og þú veist, þetta eru svona tölurnar sem eru kannski ekki brjálæðislega háar fyrir maður fyrir að skoða þetta bara mannfjöldan og við vorum að skrifa þessa stjórnarskrá mitt sumar og Íslendingar eru náttúrulega bara einhvers staðar bara farnir í hausnum á sumrin þannig að það að fólk hafi yfir höfuð tekið þátt í þessu er áhugavert. En þegar maður fyrir að rýna síðan svolítið í þetta þá er aftur ljóst að hægt er að gera mun betur vegna þess að fólki sem tekur þátt er auðvitað fólki sem hefur tíma, fólki sem er tæknivætt, fólki sem hefur áhuga. Þú veist, það hefði verið miklu betra ef við hefðum geta teygt okkur betur út til jaðarsettra hópa og fengið þau að borðinu til að hjálpa okkur að gera þetta. Og það kannski væri, ef ætti að gera þetta aftur, góð hugmynd. Við vorum með svona samskiptasáttmála út af því að, þú veist, þið munið að þetta er skrifað beint eftir hrun og svo mikil ólga og netið er og var, ekki síður, svona algjör gróðarstíga fyrir mjög miklar upprópanir og æsing og læti og þess vegna vorum við ógeðslega stressuð þegar við byrjuðum að setja þetta út. Þú veist, við birtum fyrstu draugin okkar og voru bara hér, hver nú kemur bara, þú veist, en það gerðist ekki. Og það er svo ótrúlega merkilegt og ég held að ástæðan fyrir því að það hafi ekki gerst sé svo að ef þú lætur fólk fá traust og þú segir, hei, verðið með því að skrifa þessa stjórnarskrá, þá endurgeldur fólk það traust mjög fallega með því að eiga frekar civilized samskipti. Og eina skipti sem að virtist eitthvað alltaf upp úr sjóða var einmitt að ræða þjóðkirkjuna. En það er bara alltaf þannig þegar þjóðkirkjan er rædd á Íslandi, það er alltaf tveir brjálæðir hópar sem rífast, skilur. En það var samt ekkert að venjulega bara eitthvað tausa, eins og maður sér, þú veist, bara eitthvað á, þú veist, fólk talar ótrúlega, þú veist, eins og í athugasemdum við fréttir og annað, maður er oft bara eitthvað, ok, þú ert bara hérna undir nafni að tjá þig með þessum hætti. Þú veist, það krát einhvern veginn kom ekki og byrjaði að vera með læti, þannig að kannski var það út í vorum með samskiptasáttmála en ég efast að hann hafi einhver afgerandi áhrif, ég held að þetta hafi verið hitt, að fólk bara fílaði það, að það væri verið að spyrja það og vildi fyrir viki bara gera sitt besta við að vera kurteist. Svo þurftum við að búa til okkar eigið efni, fjölmiðlar höfðu ofboðslega lítinn áhuga á þessu, það er að segja íslenski fjölmiðlar, en erlendis var miklu meiri áhugi. Þannig að það hefur alltaf verið mjög flókið mál að fá fjölmiðla til þess að tala stjórnarskrármálið. Það er eins og við erum ekki með mjög burðuga fjölmiðla á Íslandi, bara það sé sagt, og kannski fá að svona sérhæfða blaðamenn sem geta sérhæft sig í svona málum sem eru svona umfangsmikil eins og stjórnarskrármálið er. Og fyrir vikið þá er þetta bara svona, það myndast bara svona blindur blettur fyrir þessu máli. Og þó að það tengist hreinlega öllu öðrum málum. Og það er alveg sérstaklega frustrerandi oft í aðdraganda kosninga að sjá hvernig fjölmiðlar geta ekkert ekki náð utan þetta mál og fjallað það með þeim hætti sem að þyrfti. Þú veist, það er náttúrulega ekkert alveg frábær hugmynd að skrifa stjórnarskrá á 4 mánuðum. Það er ógeðslega stuttur tími. Og samt er það jafnlangur tími og bandaríska stjórnarskráin var til dæmis skrifuð á. Þú veist, þetta er auðvitað algjörlega gerlegt, en ég man að í byrjun þá báðum við það hvort við mættum skrifa hana á 2 mánuðum og láta síðan fara hringinn í kringum landi og tala við fólkið og koma svo aftur saman og vera það búin að melta þetta svolítið. Og svarið sem við fengum var mjög fyndið, nei, það er búið að leigja húsið. Þannig að við vorum bara eitthvað, ok, þú veist, þetta er svona mjög klassískt íslenskt svar, þú veist. En svo voru það samfélagsmiðlarnir og við vorum að reyna náttúrulega að, þú veist, vera fjölmiðlarnir, þú veist, þannig að við vorum út allt í þeim. Og, þú veist, vorum mjög mikið tími fór í að svara líka öllum þessum áhuga erlendis frá. Og það sem ég langaði að segja hér er sko, það er svo oft vanmetið, finnst mér í samfélaginu okkar, hvað samtal hefur mikið eigið gildi, þú veist. Eins og, ok, dæmi, þegar við vorum með kosningar alveg svona onni hvor annarri eftir að allt fór til fjandans út af þessum pedofíla pappa æmunni, þú veist, þá, myndi ekki illa, þetta var það sem gerist, sirkabát, það var einhver skandal þarna. Þá man ég að Bjarni Benediktsson kom ógeðslega pirraður í fjölmiðla og sagði, þetta er bara vonlaust, það er nýbúin að vera kosningar og nú eru aftur kosningar og fólk mun ekkert nenn að mæta. Það verður bara mæting út af því að þetta er allt of ört, fólk vill þetta ekkert, eitthvað svona hans skoðun. En það reyndist rangt, það komu fleiri í seinni kosningunum. Ég held að fólk hafi bara verið sjóðheitt að því að það var nýbúið að eiga stórt samtal. Við nefnilega höfum ekki oft tíma til að eiga þessi stóru samtöl, en við reynum að gera það í aðdraganda kosninga, því þá reynum við að skilja hvernig ég að velja og þá þurfum við að tala öll þessi mál og þá tökum við þátt í samtalinu og erum að, þú veist, og það er alltaf látið eins og það eina sem skiptir máli í kosningunum sé síðan niðurstaðan. Já, 24,5% þessi. En það er ekki satt. Niðurstaðan
finnst mér vera svo að þarna allt í einu gaf fólk sér ógeðslega mikinn tíma til að pæla í alls konar málum samfélagið sitt og það hefur mikið eigið gildi. Þú veist, það að fólk eigi skoðanaskipti í raun og veru eina síðaða aðferðin til þess að við menntum okkur í því hvernig við stýrum skipin okkar. Þannig að það bara að fólk skildi vera að tala stjórnarskrána, hvort sem að allar hugmyndirnar þeirra rötuðu inn eða ekki, hafði mikið gildi fyrst mér fyrir þjóðina. Svo aðeins það sem í stjórnarskráni, það eru náttúrulega alveg hellingur af alls konar snilld í þessari stjórnarskrá og hún sjálfsögðu heldur ekki fullkomin frekar en önnur mannanna verk. En hluti af því sem ég held að skipti máli dregið hér upp á þessa glæru og ekki síst náttúrulega náttúruauðlindirnar okkar sem að við vitum alveg öll sem búum í þessu landi að verið bara svona sem ég að ræna af okkur arðinum af. Og við vitum líka alveg öll hvað við myndum geta byggt upp farsæl kerfi eins og heilbrigðiskerfi og annað hefðu við þessa peninga. Og við vitum líka öll að stendur í lögum að íslenska sjávarauðlindin sé í eigu þjóðarinnar og við vitum líka alveg öll að hún ekki einu sinni að fá, þú veist, nálægt því fyrir bara að standa undir þessu. Og auðvitað margt ágætt við hvernig sjávarútvegurinn okkar rekinn og annað en það algjörlega ljóst að það eru örfáir sem að græða af honum alla auðlindarentuna sem sá takmarkaði fjármagn sem kemur út af því að þetta takmarkaði auðlind og þetta alveg gróteskli ósanngjarnt. Þú veist, og svo sjáum við eitthvað svo verbúðin og við horfum í þennan spegil og erum bara, við erum öll sammála en við getum ekki lagað þetta. Og þetta ástæðan fyrir því held ég að þessi stjórnarskrá ekki farin í gegn. Það bara eru rosa sterk öfl sem að græða rosa mikið á því að hafa hlutin eins og þeir eru núna. Og þessi öfl hafa rosa mikil aðgang í sumum stjórnmálaflokkum og þeir stjórnmálaflokkar svífast einskis, nú ég að tala Sjálfstæðisflokki til dæmis, til þess að stöðva þetta mál. Ég meina, eitt af lengsta málþófum á Alþingi fyrir síðar var í tengslu við það að nýja stjórnarskráin skyldi ekki komast til umræðu einu sinni, svo hún kemst ekki til atkvæðagreiðslu. En svo það fullt af öðru líka, eins og til dæmis alvöru náttúruvernd, þar sem við tölum rétt komandi kynslóða og rétt náttúrunnar sjálfrar. Það finnst mér mjög fallegt, þess að þetta hugmynd sem við fengum að láni frá Ekvador. Þar til þetta hugtak sem heitir Pachamama sem sko náttúran sjálf á ákveðin rétt. Af því að til þess að við getum náð að hverfa frá þessari brjálæðislegu sjálfhverfu og mannmiðuðu nálgun gagnvart náttúrunni sem við erum búin að horfa upp á, þá verðum við að fara að horfa á hana sem sérstakann rétt hafa líka. Og það held ég að myndi hafa mjög mikil áhrif til jákvæðs fyrir náttúrunni og umhverfi ef við myndum ná þessu náttúruverndarákvæðin. Það jafn atkvæðisréttur en samt aðferð til þess að hægt sé að binda tiltekinn fjölda þingmanna við landsbyggðina þess að. Og þessi upplýsingaréttur sem skiptir verulegu máli þar sem í staðinn fyrir að sé alltaf slökkt alls staðar, þú veist, og blaðamenn með eitthvað vasaljósir að lýsa upp hvað til, þá bara kveikt í herberginu. Það bara allt sem til og öll gögn sem að opinber stjórnvöld standa straum af eiga að vera bara aðgengileg almenning og það á bara að vera listi yfir þau og fólk á að geta fundið þau og skoða þau. Og ég get eiginlega ekki ímyndað mér hvað ég held bara þessi eina grein myndi hafa mikil jákvæð áhrif fyrir landið okkar. Og svo framvegis. Það fullt af góðu stöffi en kannski það sem að skiptir mestu máli varðandi það því að hún engin umbylting, þessi stjórnarskrá. Það bara mjög fyndið. Það alltaf að tala þetta eins og þetta sé eitthvað svona guð minn almáttugur, ný stjórnarskrá. Í fyrsta lagi 80% af gömlu stjórnarskráinni ennþá í þeirri nýju. Þetta alls engin umbylting. Það búið endur að einhverjum köflum en við erum með sama stjórnkerfið og allt mjög svipað. En það eru ákveðnar áherslubreytingar og það eru svar við ákveðnu ákalli. Bæði þessa tíma og ég held enn að fólkið í landinu, kjósendurnir, geti gripið oftar inn í stjórnkerfið og sagt sín hug til ýmissa mála. Þetta náttúrulega pínu galið. Kerfið sem við búum við nákvæmlega eins og kerfið þegar við fórum á hestbaki til Þingvalla á 4 ára fresti. Þú veist, samt fólki orðið menntað, það allir tengdir og þú veist, upplýsingin miklu meiri. Svo við bara velja eitthvað flokk og svo þurfum við bara að bíða og vona það besta að það komi ekki eitthvað mál upp sem að flokkurinn algjörlega ósammála okkur í og tekur eitthvað fáránlega ákvörðunum. Þú veist, hvernig getur þetta verið í lagi? Það óskiljanlegt. En hérna búið að breyta þessu þannig að 10% kjósenda geta í raun og veru boðið fram frumvarp á Alþingi og Alþingi þarf þá að ræða það og getur komið með einhver gagntilögu og svoleiðis en þarna komin leið til þess að setja mál á dagskrá og líka getur 10% kjósenda skotið umdeildri löggjöf í þjóðargreiðslu. Ég held að til dæmis hlutir eins og Kárahnjúkavirkjun hefði aldrei orðið að veruleika ef að þetta hérna hefði verið inni. Út af því að mjög oft hefur bara almenningur meiri þekkingu og betra innsæi gagnvart stórum pólitískum málum heldur en þingið. Ekki síst vegna þess að það blanda saman allir þessir hagsmunir. Þannig að þetta held ég mjög mikilvægt fyrir okkur.
eins og ég sagði þá hefur þetta vakið heimsathygli þetta ferli og það er ennþá verið að skrifa þetta mjög mikið af erlendu fræðimönnum og svona minna hérna heima náttúrulega. En hvað gerist svo? Hérna mynd af Salveru Nordal að afhenda Ástu Ragnheiði sem var þá þingforsetinn nýju stjórnarskrána og getur svona séð hún brosir í raun ekki með augunum, hún ekki ánægð með það. Og enda kom hún í veg fyrir það síðan seinna að málið yrði sett á dagskrá og þannig í raun og veru dóða að lokum. Það var strax ákveðin svona stemning inn á Alþingi sem sýndi okkur að þetta ekkert auðvelt. En það var reynt að þetta var í nefnd alveg heil lengi og þeirri nefnd stýrði Valgerður Bjarnadóttir og á miklu heilindum og reyndi að gera allt sem hún gat til að fá alla þá gagnrýni sem þurfti en líka halda málinu lifandi. Síðan að lokum þegar Alþingi gat séð að þau gátu ekki alveg gert þetta sjálf þá var kölluð til þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að Alþingi biður fólki að segja hvað það vill 20. október 2012 og af því niðurstaðan var svo að 67% af kjósendum sögðu að þessi nýja stjórnarskrá ætti að vera lögð til grundvallar sem stjórnarskrá Íslands. Og maður hefði ekki með haldið að við þyrftum ekki að vera að tala um þetta núna 10 ára seinna ennþá. Það er alveg magnað að þetta skuli ekki hafa gerst, sko. Og þetta er svo merkilegt vegna þess að það er svo mikið af því sem gerist og fer úrskeiðis á Íslandi sem að maður getur sagt svona, heyrðu, já, þarna hefðum við ekki lent í þessum bobba ef við hefðum haft hana. Þannig að þetta er mjög sambærilegt og að vera bara með einhverja tölvu sem hreinlega neitar að uppfæra stýrikerfið sitt. Og svo er hún alltaf að krassa og maður ætlar að samt að spila nýjasta tölvuleikin í henni. Það er bara ekki hægt. Stýrikerfið okkar og þessi stjórnarskrá sem við erum með er hryllilega úrelt. Ekki bara úrelt, þetta er stórhættuleg. Hún er með slíkum réttindum til dæmis fyrir forsetann af því að þetta er bara byggt á gamalli konungsstjórnarskrá þar sem að konungur fikk valdið sitt frá Guði að við fengjum einhvern popúlista sem forseta sem getur léttilega gerst að því við erum ekki með reglu sem tryggir meirihluta kosningu. Það er bara kannski 10 manns í framboði og það getur einhver unnið með 11-12% atkvæða. Einhver sympatískur, sjarmerandi aðili sem síðan virkjar stjórnarskrána sem er í gildi núna og fer að teka sér löggjafavald, bara gefur upp sakir og setur sín eigin lög, þú veist, tekur Alþingi úr sambandi, þetta er stór hættulegt plagg og það þreytist náttúrulega ekki, núverandi forseti þreytist ekki svo sem á að segja það en hann er með mjög sjálflega nálgun í þessu máli, hann vill helst bara láta breyta kaflanum sem snýr að sínu starfi því ég held að hann átti sig á því að þetta er stór hættulegt en hann þorir ekki að stíga skrefið til fulls og standa með þjóðinni á þjóðaratkvæðagreiðslunni í málinu því miður, þó hann sé við eitthvað svona skamma þingi þá nær það ekkert sérstaklega djúpt finnst mér því miður. Svo er það þetta að við vitum alveg að fólk hefur ekkert breytt skoðun. Það er búið að gera fjölmargar skoðanakannanir, það kemur alltaf saman niðurstaðan, já, meirihlutinn vill þetta. Og við erum líka búin að vera með margar þingnefndir, alveg frá lýðveldisstofnun sem hafa einhvern veginn ætlað að gera eitthvað stórkostlegt mót og búa til betri stjórnarskrá og það hefur eiginlega alltaf misheppnast. Þó hefur henni verið breytt sirka 6 sinnum og mikilvægasta breytingin kom 1995 þegar nýr mannréttindakafli kom inn. En nú ætla ég aðeins að tala um baráttuna, ég var hvað ég búin að tala lengi, ja. Og það kannski er þetta með hvort við getum talað um það að þetta hafi misheppnast. Ég held ekki. Ég held að þessum ekki komin á þann stað í sögunni að við getum sagt, það tókst ekki, bara gefumst upp, bara alls ekki. Ég held að henti hins vegar mjög vel að hafa þá orðræði í gangi hjá þeim sem vilja ekki að okkur takist að klára þetta. En þá ætlum við aftur að skoða þetta sem við byrjuðum á og hún er orðin dómari í dag, þessi ágæta kona, hún er prófessor í stjórnskipunarrétti og þú veist, svona skrifa sérfræðingarnir. Þetta finnst þeim algjörlega augljóst að þjóðin sjálf sé stjórnarskrárgjafinn. Það er alltaf gerður aðgreiningamunur á þessu í textanum, þar sem við tala um löggjafann og svo stjórnarskrárgjafann. En fyrir fólki í landinu þá er þetta eitthvað sem þú veist, er erfitt að kannski ná utanum og við erum að reyna að í raun og veru berjast til þess að afhjúpa eitthvað sem er alveg augljóst og það er svolítið skrítin tilfinning en það er ekki augljóst af því það er svo augljóst. Stundum er það þannig, maður sér ekki einhvern veginn skóinn fyrir trjánum. Og hérna til dæmis ein mynd sem Hallgrímur Helgason gerði til að reyna að berja þennan sannleika svolítið svona í hausinn okkar og við getum náttúrulega ekki búist við því að með einhverju svona spjalli á Alþingi þá sé bara þessi stjætt sem öllu ræður fara að sleppa völdum sínum. Við verðum bara að horfast í augu við það að það gerist aldrei eins og Chantal Mouffe orðar hér ágætlega.
En það sem við getum gert og það sem við reynum að gera að vera með þannig aðgerðir að við afhjúpum það hvernig valdið að beita sér. Og þannig smám saman aukist þessi lýðræðisvitund og því miður verðum við að breyta sér gegnum það kerfi sem við höfum núna. Nema ef það gengur ekki þá held ég að það komi einhvers konar önnur krísa að lokum sem mun svona í raun og veru varpa okkur yfir þennan þröskuld að lokum. En það þangað til þetta svolítið svona eins og reyna bara að halda einhverjum lifandi með hjartahnúðið, sko. Þetta er mál sem að má ekki lognast út af því ef það gerir það, þá erum við búin að gefast upp á grundvallar forsendum lýðræðisins og þá erum við með eitthvað annað en lýðræði í höndunum sem ég held að enginn á Íslandi vilji sætta sig við. Þannig að líka hluti af því sem við þurfum að gera að ræsa svolítið fram sannleikann í málunum. Til dæmis, sést nú þetta hér, þetta Kata Jak og hún sagði nefnilega í fréttum fyrir nokkrum árum á meðan þingið stjórnarskrárgjafinn, þá verðið bara að sætta ykkur við það, eitthvað. Og þú veist, þarna bara eitthvað svona huge, fundamental misskilningur í gangi hjá manneskjunni sem stýrir landinu. Og hún var alveg innt eftir þessu daginn eftir á Alþingi og hún vék sér fimlega frá því að svara. En ég held að þetta sé kristalli vandan sem við erum með í höndunum. Það fólk sem hefur völd, sem hefur tekið sér of mikil völd á þess að kannski endilega ætla það eða vilja það eða skilja það, en þau ekki fara að sleppa þeim heldur. Og hver heldur þú að myndi samþykja það að breyta einhverju þannig að hann hafi mun minni völd? Þú veist, Alþingi mun missa tiltekin völd til fólksins af því það sanngjarnt og rétt ef að nýja stjórnarskráin tekur gildi. Fyrir vikið Alþingi augljóslega ekki aðilinn sem ætti að fást við málið, bara vanhæft. Alveg svo við myndum ekki leyfa einhverju manneskju að semja sína eigin starfslýsingu þegar við verum að ráða hann í vinnu. Það bara meikar ekki sens. Og þannig að við erum búin að vera svolítið að ræsa fram þennan sannleika það hvernig valdið beitir sér og sýnir að það sé ekki einhvern veginn að fara ekki saman hljóð og mynd í þessu. Hérna vorum við með vefsíðu sem hét 20. október og hún sýndi þegar við leyfðum fólki að senda stjórnmálamönnum í gegnum síðuna tölvupóst og spurja hvort það myndi kjósa með stjórnarskránni árið 2013 og meirihluti þingsins var búin að gera sig græn. Það að segja búin að lýsa því yfir opinberlega að þau myndu styðja hana. Þannig ef hún hefði bara komist til atkvæðagreiðslu það var meirihluti þingsins búin að segja já. En einhvers staðar riðlaðist þessi sannleikur og einhvers staðar fór fólk úr þessari lest án þess að þurfa að sýna spilin sín sem hræðilegt. Af því að þó hún hefði verið felld, þá hefði við vita hverju það væri sem stæði með málinu. Og það moment ráðandi í sandinn. Og við notum þetta við og við aftur og þið sjáu að það alveg engin spurning að allir þykjast að telja Alþingi siðferðilega skuldbundið að þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir kosningar. En svo gerist eitthvað. Svo allt í einu gerist ekki neitt. Og hérna annað dæmi að því ég var að spyrja vinni mína hvað þeir vildu ég fjallaði hér það alltaf besta leiðin, bara að fá fólk til að segja. Og Óli sem myndlistarmaður, og þau unnu mjög mikið í málinu, hann segir það má ekki gleyma rösklega framlagi Rósu Guðbjartsdóttur bæjarstjóra í Hafnarfirði þegar hún ritskoðaði sýningu okkar Líbíu Kastró í Hafnarborg. Og þetta annað dæmi það. Það þarf að afhjúpa það hvernig valdið beitir sér og þetta var frábært dæmi þar sem að miði frá þjóðfundunum mátti alls ekki vera utan á Hafnarborg og bæjarstjórinn taka hann niður af því að henni hendiði ekki þessi skilaboð verandi í meirihluta fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Ólíf alltaf bara kærði þjófnað. Þetta bara listaverk sem var tekið niður og endanum það fór það upp aftur og þetta svona endalausar litlar myndlíkingar sem við erum að reyna að establishera til þess að sýna fram á að þegar snjórinn bráðnar þá birtist aftur spurningin á götunum hvar nýja stjórnarskráin. Og þannig mun tíminn að lokum í gegnum endalaus dæmi leiða fram sannleikann og réttlæti í málinu, trúi ég. En þessi barátta hefur náttúrulega staðið yfir í áratug og það eru alls konar hápunktar. Hérna eru einhverjar myndir sem að tengjast henni og tengjast aktivismanum. Þetta hérna var alveg stórfenglegt moment, þetta sést mjög illa en þetta þegar það var fullveldishátíð hérna í Hörpu og öll fyrirmennin og danska drottningin voru mætt og eitthvað og það var rosalega hugrökk kona sem að leikstýri þessari dagskrá og í lokin þá komu börn og fluttu formála nýju stjórnarskrárinnar og hún varpaði myndunum af öllum konunum í samtökum hvernig nýja stjórnarskrá yfir alla Eldborg og svo saman bara svona dönsku drottninguna og Bjarni Ben og eitthvað sitja þarna og það trilltist alltaf eftir þetta. Þetta svona karþassistund fyrir okkur sem eru búin að berjast í þessi mörg ár að svona geta náð svona í gegnum listina að segja það sem að hið augljósa, að þetta má ekki vera svona. Við límdum hérna hvar með stjórnarskráin á þennan blessaða vegg hjá stjórnarráðinu einu sinni. Var það alveg nokkra daga og svo hefur við svolítið tekið yfir en verið svona sýnilega á dögum eins og 7. júní og svona
vorum við með blöðru hérna með stjórnarskránni og gáum Bjarna, við hittum hann á Café París, hann var ekkert hress. Og svo gáum við út bókina, við erum búin að koma henni til alla þingmanna og 2020 var stórt ár fyrir okkur. Þú veist, þá var þetta mál með vegginn sem eiginlega svona snildarlegt svona Foucault moment þar sem að sést bara hvað má ekki segja. Þetta náttúrulega, þið þekkið þessa sögu þarna og búið að vera eitthvað ógilt graffiti árum saman og svo kemur Narfi Þorsteinsson myndlistarmaður og málar hvar nýja stjórnarskráin á hann og það var þrefið sko bara mánudeginum á eftir, bara aldrei verið kallað hraðar til einhver þrif manneskja og þá sjálfsögðu gerðum við stærri vegg fyrir aftan og annan fyrir framan og annan síðan hjá fangelsinu og svona heldum áfram. En þetta er beautiful leið til að sýna hvað ekki má og við höfum margoft farið bæinn til dæmis og stenslað spurninguna hvað er nýja stjórnarskráin og margoft hafa einhverjar hreinsisveitir borgarinnar eða einhver komið á eftir okkur og þvegið hann út og það er kannski risavaxið graffiti við hliðina á henni en það er bara búið máli verið hana. Þú veist, og þetta eru bara frábærar aðferðir til þess að sýna fram á það miklu kúgun sem valdið er að meita í málinu af því að þetta er myndgerist fyrir framan allra augu og þegar það fara að gera grín að þessu í áramótaskaupinu, þú veist, og við vorum alltaf að safna þessum undirskriftum á sama tíma og við vildum ná 25.000 undirskriftum fólki sem segði að það ætti að verða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðsluna út af því að það er sirka 10% af kjósendunum og þá getum við sýnt fram á það ef að nýja stjórnarskráin hefði tekið gildi þá hefðu þið mátt hafa áhrif en þið getið það ekki og ég man að ég var að vinna með einum manni sem er svona búin að vera aðstoða stjórnvöld svolítið í því að fara þessa fjallabaka fundaleið sína í stjórnarskrármálinu og hann sagði við mig bara hvað er við mikið undirskriftum ég sagði eitthvað, þú veist 3.000 eða hvað það gekk mjög hægt fyrst hann sagði þú munt aldrei ná þessu, þetta er ekki þannig, þetta virkar þannig annarkvort farið þetta allt í byrjun og það gengur óslega vel eða það bara kemur ekki og ég hef aldrei orðið svona peppuð fyrir neinu eftir að hann hrútskýrði þetta fyrir mér og auðvitað rústuðum þessu, við fengum flestu staðfestu undirskriftir sem hafa bara komið á lýðveldistímanum að lokum út af því að aftur náttúrulega alls konar samhengi myndaðist sem að við gátum nýtt. Ekki síst þessi stórfellegi gjörningur hjá Ólafi og Libju sem að fekk síðan seinna myndlistaverðlaun, þau fengu myndlistaverðlaun ársins fyrir hann. Það sem að öll nýja stjórnarskráin var flutt sem tónverk og endaði síðan með því að þessi borði var settur fram á þinghúsið og labba með hann og þetta var sko sami dagur og öllu var skellt í lás út af COVID og þetta var svo ótrúlega fallegt manni. Svo komu Samherjaskjölin og þá vorum við með mótmæli líka sem að sýndu svolítið vel þessa tengingu sem alltaf kemur aftur og aftur. Svo vorum við með svona þátttökuherferð sem var skemmtileg sem að ég held að Hallgrímur hafi einmitt átt hugmyndina að. Fólk var að leita út allt að nýju stjórnarskránni og setja á netið og það fyndna er að það er til einhver eyja í Króatíu sem heitir Hvar og þegar fólkið sem er á þeirri eyju er eitthvað að googla #hvar og finnum undir eyjunni sinni það bara ógeðslega mikið einhverjum íslenskum konum að leita einhverjum ruslatunnum og svona aggressívar á svipinni, þetta sé mjög fyndið að sjá það. Svo er þetta önnur pæling sem að kannski fór ekki jafn hátt en þú veist það er að reyna að útskýra fyrir fólki að það er amman sem er stjórnarskrárgjafinn eða píparinn. Þú veist, það er ekki þessi danski kall og það er heldur ekki fólkið sem er í vinnunni fyrir okkur niður á Austurvelli hverju sinni. Og við höldum áfram og við höldum áfram. Þetta hérna er ég eitthvað ógeðslega peppuð að því ég var búin að skila inn kosningakæru vegna klúðursins í Norðvesturkjördæmi núna í fyrra og það er svona fullkomið dæmi það sem hefði aldrei getað gerst sem gerist þar ef nýja stjórnarskráin hefði tekið gildi. Þá hefði bara verið sérstök nefnd sem færi við málið. Ef hún hefði sagt að kosningarnar væri lögmætar þá hefði verið hægt að skjóta til dómstóla. Hvað erum við með í staðinn? Alþingi sjálft eitthvað bauk í þessu, þetta er bara eins vandræðilegt og að gerist, bara eitthvað Inga Sæland með eitthvað stækkunargleri í einhverju hóteli í Borgarnesi, þetta er bara hrikalegt. Og sýnir ótrúlega vel hvað við erum skammt komin. Þetta er svona pop-up dæmi nýja stjórnarkráin, þetta er á Egilsstöðum, en það er líka búið að gera þetta víðar. Hérna sjást veggirnir báðir eftir við tókum aftur þann vegg sem við þvoðu, Óli og Libja stýrðu þessu, þannig að þetta er myndlistaverk hér og svo er verkið hans Narfa hér ennþá. Hér er nýja logoið okkar sem er núna stenslað og hann er miðinn góðið sem mátti ekki vera á Hafnarhúsinu, hann fer víða. Og það fallegasta er að ég tók mynd af þessu miðið á Þjóðskjalasafninu út af doktorsnámi segir ég og Óli og þau breyttu honum í listaverk og nú er hann komin með sitt eigið líf og fer út allt út af því að það gleymdist að afhenda á sínum tíma. Þegar þjóðfundurinn lauk sínu störfum þá átti stjórnlega þing að fá ábendingar og fjölmiðlar og svo alþingi. En það gerðist aldrei. Þannig að það er eins og hann hafði náð að fljúga út úr kassanum sínum og afhenda sig sjálfur þessi miði. Og það er líka einhver stórfengleg myndlíking í því fyrst mér. Hérna frá
viðburði sem við gerðum fyrir kosningarnar síðustu með ungum umhverfissinnum, ógeðslega flottu viðburði sem að svona unga fólkið sem einmitt kannski vonandi að taka við keflinu stóð fyrir. Og hérna til svona Gunnhildur á TikTok og þessi frábæru myndbönd sem voru gerð 2020 líka, það sem að fullt af einhverjum listamönnum og áhrifavöldum sem að tala betur til yngri kynslóðarinnar og útskýru samhengi málsins, og það varð algjör vindavakning hjá fólkinu sem að man ekkert eftir hruninu. Þannig að það allt í einu orðið stærsti stuðningshópurinn sem æðislegt. Þannig að það mikil von í lofti þó að taki alveg ógeðslega langan tíma. Hér annað sniðmengi sem ég þykir mjög vænt sem konur og nýja stjórnarskráin, og það eru 18.000 konur í þessum hóp, þarna samtök kvenna nýja stjórnarskrá. Og þetta er ekki allar eitthvað sjóðheitar baráttukonur fyrir stjórnarskráinni, en það sýnir einhvern veginn að mínu mati að það er orðin einhver svona vakning, og það er svo fallegt að tengja þessa baráttu við kvennabaráttunni gegnum tíðina, af því það er svo ótrúlega margt sem er sameiginlegt með henni. Og þetta snýst þetta líka það að íslenskar konur ætla ekki að bjóða sér það að lifa undir grunnlögum sem einhverjir danski kallar skrifuðu á 19. öld, sko, það er auðvitað mjög augljóst, okkur langar það ekki. En þetta snýst ekki síður það að það er einhver svona ákveðin stemning í kvennabaráttu sem er mjög einstök og uník, mjög mikill húmor og léttleiki og einhver svona væntumþykja og hlýja sem er bara ógeðslega skemmtileg leið til að berjast með. Margleiti skemmtileg, bara það myndast ný orka og það drífur áfram, alla baráttu, ekki bara kvennabaráttu, heldur bara alla baráttu fyrir þessu máli og öðrum. Þannig að ég er voða ánægð með þennan nýja plattform, og þessi mynd til dæmis hér, hún vísar til þess að það var skrifuð grein, þessi hér kona var formaður samtakanna, eða formann samtakanna, hún skrifaði grein sem var ákallið nýju stjórnarskrána, og allar sem vildu gátu skrifa sig undir, og það voru 1600 konur eða eitthvað sem skrifuðu sig undir þessa grein sem birtist á Vísi, og þar fengu allar eitthvað númer. Og þetta varð eitthvað megadrama því einhverjar hefðu síðan ekki ratað á listan og voru bara brjálar og vildu fá þetta númer, voru bara svona geggjaðir neytendur, og bara einhverjar voru farnar að tattúera á sig sitt númer og eitthvað svona, þetta varð algjört svona ógeðslega gott svona girl drama inn í þessum hópi við því að þessi númer. Þannig að það sýnir að mínu mati að fólk er farið að identifya sömu baráttunni, það skiptir bara verulega máli fyrir það, bara kemst til tilfinningalegt uppnám ef það er ekki talið með. Og það hefur aldrei viðlíka fjöldi skrifað undir eina grein í einu fjölmiðli fyrir á Íslandi, og það var bara svona mjög móðguð stemning hjá þeim sem rötuðu ekki á hana lista og vildi láta bæta sér á þetta, og bara þetta var alveg ógeðslega fyndið. Þetta hérna er vídeó sem ein konan í hópnum lét gera og gerði, bara bjóð til sjálf með aðstoð einhverja grafískrar snilldar sem útskýrir stjórnarskrármálið, og það var svo fallegt þegar hún fekk þessa hugmynd, þá sagði hún bara, mig langar að gera svona myndband sem útskýrir þetta. Það kostar 400.000 hjálp, og það tók okkur kannski 5 daga að safna þeim peningum. Þannig er öll þessi barátta, hún er öll unnin í sjálfboðavinnu, en alltaf þegar okkur vantar fjármagn, þá erum við bara hó og það var það hefur aldrei verið vesinn. Þannig að það er einhver svona önnur hlið á þessum velvilja almennings í málinu sem skiptir verulegu máli. En við látum hann aldrei snúast um peninga, við bara eignumst pening og eyðum peningnum, og eignumst pening og eyðum honum aftur í baráttuna. Þannig að hún hefur aldrei verið eitthvað svona forsenda fyrir því að við getum barist, en þetta er samt svo fallegt að finna að ef það þarf þá kemur það. Svo er það þetta sem ég var að segja áðan, að tíminn er að veita okkur endalaust dæmi að það sem betur hefði farið ef við hefðum nýju stjórnarskrána. Og þetta samhengi er alltaf að verða sterkara og sterkara, og kannski verbúðin ágætis dæmi, þar sem að allt í einu er bara mjög relevant að tala ránið á arðinum og auðlindunum okkar. Og hvers konar fáránlega spilling var við líðið þegar kerfinu var komið á, og hvernig í alvörunni fólk fikk síðan að framselja þessi eignarréttindi og annað. Þetta er bara þetta er svo stórt og slæmt, og þetta er svo innilega tengt þessu stóra máli. Og ég veit að það er rosalega áhugi fyrir verbúðinni erlendis, og það er búið að segja út um allt, sem er áhugavert, af því að maður heldur ofta svo sértækt. Það fjallar eitthvað þessa litlu eyju og þetta litla kerfi. En þetta er ekki sértækt, þetta er mjög almennt í raun, þetta er bara dæmi, fullkomið dæmi það sem er að gerast alls staðar, það sem að auðlindunum er rænt af fólkinu og það sem að kapitalið og stjórnmálin blandast saman með mjög eitriðum hætti. En þessi dæmi eru til þess að fallin, vona ég, að smám saman styrkja okkar mál, og við fáum alltaf meiri og meiri stuðning eftir því sem þau hrannast upp, og svo koma svona mómentið svo núna til dæmis, þar sem það er bara ákveðin
lognmolla í málinu. Við getum ekkert gert mikið núna til að berjast fyrir þessa stjórnarskrá. Það bara ríkisstjórn við liðið sem hefur óbúslega lítinn áhuga á þessu og er hálf móðgu eftir sína eigin misheppnuðu tilraun og þannig að maður það bara svolítið að bíða núna og safna kröftum. Og það er það sem aktivismi fyrir mér snýst líka er að sætta sig við það að það er ekki alltaf hægt að vera á hæsta punkti öldunar og það komur svona mismunandi stundir þar sem maður á bara að sitja rólegur og safna kröftum. Það er ekkert að því. Af því að það kom alltaf ný og ný tilefni til þess að berjast síðan. Þetta eru nýjustu myndirnar frá Ólu og Líbíu, þarna eru þau búin og það er svo fallegt sko af því að þetta blandast allt saman. Þetta logo er eitthvað sem við fengum auglýsingastofu til að gera fyrir okkur á síðasta ári í tengslum við baráttuna. Það er síðan orðið að einhverju svona stensli sem út allan bæ sem að unga fólki mikið að taka sér að gera. Svo þetta orðið bara mjög sko dýr og fáuð myndlist allt í höndunum á Ólu og Líbíu og þetta flæðir allt svona á milli. Og ég held að það sem lykillinn að góðum aktivisma, nú fyrir ég alveg að búin, þetta með sko samstöðu að þú veist, nú erum við með VR og ÖBÍ og Efling og Landvernd sem eru bara styðja þessa kröfu og unglingahreyfingar stjórnmálaflokkarnir taka þátt og svo listin og listamennirnir sem risamál sko. Og það sem gerist að lokum það eins og við erum búin að vera saman við í stjórnarskrárfélagsins, sama fólkið í mörg ár og við erum bara orðin eins og einhver lífvera. Við getum bara ákveðið eitthvað með mjög stundum fyrirvara og við bara gerum það og það bara taka allir eitthvað verkefni og það bara leysist. Það er aldrei þannig að einhver einn sitt eftir með allan hausverkin og þannig. Og þetta er svo fallegt að þú veist, það má alveg einn vera úr leik eða þreyttur eða eitthvað, það bara grípa hinn í boltan. En þetta er ógeðslega tímafrekt og maður fer oft mörg skrifa aftur á bak, en þetta er gaman. Það skiptir mestu máli. Ef maður ætlaði að læra eitthvað á þessu stjórnarskrárferli, þá myndi maður segja að fá pólitíska skuldbindingu fyrirfram og passa betur upp á jaðarsetta hópa og hafa aðeins meiri tíma. En raunverulegi lærdómurinn er samt þessi, það er gríðarleg viska í fjöldanum og auðvitað berjast öll kerfi gegn breytingum því það sem gerir þau að kerfum. En við getum samt alltaf að lokum láta þau opinbera sig og það er það skemmtilega. Hérna er eitt það að það er betra að hugsa saman heldur en einn kall allsber á steini. Allt tengist. Þetta er kannski svona lokamoment sem ég myndi vilja skilja með ykkur. Það er grísku til 2 orð fyrir tíma, annars vegar Kronos, sem er bara kronologisk tími, venjulegur tími, bara klukkan tifar, og svo Kairos. Og Kairos eru svona mómentið þegar að hægt er að breyta, eins og stjórnarskrárstund. Og það kom alltaf aftur og aftur þannig moment, en við þurfum að vera tilbúin þá líka til þess að grípa gæsin og klára málið næst þegar það gerist. En þetta er minn uppáhaldsaktivisti, Krían. Hún er geggjuð, hún er ekki hrædd við neitt þó hún sé pingulítil og hún flýgur lengst allra dýra af því hún er bara með attitude sem er ekki hægt að buga. Hún sé bara eitthvað jaris og hún bara ræðst á hann. Og hún passar ekki bara på sitt, heldur líka aðra tegundir. Mér finnst ótrúlega fallegt, þannig að þess vegna vilja æðabændur hafa kríuvarp líka af því hún passar líka æðafuglinn. Og hún er píslétt einhvern veginn en hún er bara svo stór inn í sér og svona finnst mér að aktivismi virka, við bara trúum og þá getum við. Og það er nú kannski ekkert mikið fleira sem ég ætlaði að spyrja, nema kannski hvort að lýðræði geti bjargað heiminum eða heimurinn bjargað lýðræðinu. Það er svona kannski stóra undirliggjandi spurningin undir öllu þessu máli. Takk. Býtu, voru einhverjar spurningar sem að þú varst með á netinu eða eitthvað svoleiðis? Já, heyrðu, það er eitthvað hérna. Það er til dæmis hvað er hægt að gera núna til að upplýsa með raunverulegum hætti fyrir fólki hvað ný stjórnarskrá mun gera fyrir fólki í landinu og nota umræðuna sem út af verbúðinni. Akkurat, hvað er hægt að gera til þess að tengja umræðuna í verbúðinni og fá fólk til þess að opna augun gagnvart nýju stjórnarskránni? Sko, það er náttúrulega bara fyrst og fremst alltaf þetta samtal held ég sem þarf að eiga sér stað. Verbúðin ég veit að fólki sem skrifaði verbúðina var með þetta mál í huga meðal annars, þú veist, þegar það var að skoða sögun okkar og það sem að gerist náttúrulega að, ég veit ekki hvort þið sáu það, en sko sjávarútvegurinn fór í einhverju svona ímyndarherferð meðfram verbúðinni sem var hilarious. Það var eitthvað svona fólk sem var að vagga af því að veltu svo margt á íslensku sjávarútvegi, brauðmólakenningin í einhverju pakkað inn í eitthvað auglýsingadæmi og svo svona hættu þær að birtast eftir því sem verbúðinni vatt fram. Af því að verbúðin segir bara söguna alveg eins og hún og það ekkert hægt að keppa við sannleikann. Það er stóra málið. Þannig að ég held að bara sú vitundarvakning sem hafi átt sér stað í tengslu við þessa þáttaseríu sé stórkostlega stór, miklu stærri heldur en
þetta lobby sem að fólk getur stoppað og það hvernig við hérna tengjum þetta við stjórnarskrána, ég bara alveg sammála, það mjög góð spurning. Við reyndum að gera það bara með því að fjalla auðlindaákvæðið í tengslum við þetta allt saman og þú veist, fólk sá algjörlega þá tengingu en hvernig síðan, þú veist, það nýbúnar að vera kosningar, niðurstöðurnar voru bara eins og þær voru. Ég veit ekki alveg hvernig við, þú veist, tökum þetta lengra. Við erum bara með fyrirtæki í landinu sem heitir Samherji sem við vitum að á mörgu leyti bara siðferðilega gjaldþrota fyrirtæki og stýrt af fólki sem ekki að taka siðrænar ákvarðanir en við náum samt ekki að tökum á þessu máli. Það alveg ofboðslega sorglegt. Það svona eins og það sé einhver hlut og það sem kannski ég gleymdi að koma inn á líka það að þessi barátta, þetta líka bara sjálfstæðisbarátta. Við erum með stjórnarskrá frá nýlenduherrunum okkar og hún tekur mið af konungsríki og við höfum ekki náð fullu sjálfstæði né fullveldi fyrir við klárum þetta mál, það bara þannig. Og það ástæðan fyrir því líka við náum ekki að stoppa auðveldið og kannski þetta arðrán af auðlindunum okkar. Við erum ekki alveg búin að ná þessum svona fullorðins tökum á samfélaginu okkar. Þannig að Alþingi klárlega fullvalda en þjóðin það ekki. Þú veist, og þetta bara sjálfstæðisbaráttan okkar. Þetta það sem það Þannig að ég held að við þurfum bara öll að gera eins mikið og við getum til þess að búa til slík tengsl og tala málið og lifa því aldrei að sofna. Þið með einhverja spurningar? Já, kannski eitt. Hver var undanfarinn að þjóðfundinum? Já, það var í raun og veru, mjög fyndið. Sko, ég held að í fyrsta lagi var það þessi tilraun sem að Mauraþogan hafði gert og það var 1300 manna fundur eitthvað álíka þar sem að þau buðu líka svona einhverjum stjórnmálamönnum og þannig að það var svona blandað, bæði random valið og svo líka bara fekk eitthvað svona fólk, svona einhverjir listamenn og þannig að vera á fundinum og það var í raun og veru fyrsta sinn sem þetta var gert þannig að það var, þú veist, hugmyndin kemur þaðan en mér skilst, sem ég alveg ótrúlega fyndið, að hugmyndin að stjórnarskrárfundinum sjálfum hafi verið Birgis Ármannssonar. Já, og ég held að hann hafi hugsað, haha, þetta mun aldrei takast, þú veist, og setir eitthvað svona, akkur hafið það ekki bara þjóðfund og Jóhanna bara eitthvað, næs, gerum það, þú veist, og fekk sama fólki sem hafði skipulagt fólki til þess að skipuleggja þennan fund, en ég held að það hafi ekki verið gert áður í svona stjórnarskrárferlum að hafa svona þjóðfund í byrjun og ég held að það hafi reynst alveg eitt af þessari svona blessuðu dulargervi í málinu að Birgir kemur með þessa hugmynd, ég spurði hann einu sinni aðeins á okkur málfundi bara, var þetta ekki þín hugmynd og hann sagði mér ekki nei. Þannig að kannski svona saman hvaðan gott kemur, ég held að hún hafi kannski ekki gengið endalega mjög gott til þegar hann fekk þessa hugmynd, en hún ótrúlega fögur. Svo spurning hvað maður getur sagt að komi út úr svona fundi, hverjar eru hérna eiginlega niðurstöður, auðvitað mjög margt sem kemur úr fundinum sem bara stangast á og annað, en það hins vegar ákveðin leiðarljós og svona ákveðin, svona maður finnur hvaða mál það eru sem brenna á fólki í gegnum svona fund. Svo var ég að pæla í nú liðin 10 ár frá þessu ferli og heldur að muni líða aftur 10 ár eða meira þangað til að við fáum nýju stjórnarskrá? Nei, ég held að það verði kannski ekki alveg svo langur tími en ég mjög oft búin að reka mig á það að halda að við séum nær takmarkinu heldur en við erum. Þú veist, það ákveðin afturför núna í málinu með þessari ríkisstjórn. Það bara verður að segjast eins og Maður sé það bara á stjórnarsáttmálanum þeirra. Maður ber saman stjórnarsáttmála núna og þannig fyrir 4 árum á þessu máli þá voru mjög svona peppaðar yfirlýsingar hvernig þau ætlaðu að ná okkur svaka samstöðu í sátt við þjóðina í málinu þá. Svo hélt Katrín Jakobsdóttir 50 lokaða leynifundi með formönnum allra flokka. Út kemur eitthvað dót sem hún getur ekki einu sinni fengið sína eigin nefnd til þess að afgreiða. Þú veist, hún kemur með þetta sem einhver þingmaður og þetta sofnar. Þú veist, þetta svo ömurlega mikil uppgjöf að það ekki einu sinni fyndið. Og allar þessar tillögur sem komu út úr þessari formannanefnd, maður getur alltaf borað það saman við samsvarandi ákvæðin í stjórnarskránni og sé að þetta bara miklu verra. Og það til alveg geggjupæling sem Ragnar Aðalsteinsson kom með sem að segir ef Alþingi ætlar að hverfa frá textanum í stjórnarskránni, segjum að Alþingi vilji breyta þessu eitthvað og auðvitað það til umræðu, þá verður Alþingi geta rökstutt að það sé almenningi til hagsbóta hvernig breytingarnar sér stað, hvaða breytingar það eru. Og þetta köllum við Ragnarsprófið og þetta bara brilljant af því að þetta bara við getum alltaf skoðað textan sem þau koma með og maður sér alltaf bara já, þetta hendar ykkur betur valdinu, elitunni, flokkunum. Þess vegna þetta svona. Það búið að taka hérna út eitthvað rosa mikilvægt varðandi auðlindirnar. Það búið að passa sig að tala aldrei jöfnun atkvæða. Þú veist, þetta bara, þetta svo blatant, þetta svo fáránlegt, þetta svo að horfa á einhverja manneskju ræna einhverju í búðum hábjartan dag. Mér líður þetta sé þannig Þannig að, já,
hafið þið eitthvað íhugað að þú veist breyta svolítið fókusin í þessari baráttu, þannig að til dæmis eins og þú vitnaðir áðan í Kötu Jaks þegar hún talar að Alþingi sé stjórnarskrárgjafinn og að þetta sé náttúrulega bara kannski grunnmisskilningurinn hjá stjórnmálafólki. Já. Að einhvern veginn taka þetta svolítið föstum tökum þannig að þetta ekki þingsins og til dæmis leggja áherslu á það að það veri stofnað bara stjórnlega þing utan við Alþingi sem fylgir fólkinu og bara þetta sé bara out of their hands á þinginu. Þetta frábær spurning. Spurningin er tvíþætt hvort við ættum að skipta fókus í baráttunni varðandi það að reyna meira fókus á stjórnarskrárgjafann og misskilning valdhafa og svo hvort við ættum að reyna að koma valdinu frá Alþingi endanlega og þar er ég hjartanlega sammála. Eftir því sem tímanum vindur meira fram þá verður það meira áberandi að Alþingi getur þetta ekki og mér finnst núna þetta vera orðið alveg augljóst. Hvert mannsbarn hlýtur að sjá það að Alþingi er bara með ákveðið geturleysi til þess að ljúka þessu máli og þá kemur í ljós ákveðin galli á nýju stjórnarskránni sem verður bara að segja eins og er gölluð að því leyti að hún passa sig ekki upp á það að taka valdið í framtíðinni frá Alþingi. Svo ég hef áhyggjur af því að börnin mín þurfa að berjast nákvæmlega sömu baráttu og ég bara með aðra stjórnarskrá sem þá er orðin úrelt af því að stjórnarskrá er ekki eitthvað sem á að vera greypt í stein. Það sjálfsögðu á að vera erfiðara að breyta henni svo við fáum ekki einhverja popúlískar hreyfingar sem að gera einhvern skandal en það á hins vegar að vera réttur hverrar kynslóðar að ákveða hvernig hennar grunnlög líta út. Að sjálfsögðu, akkur eru það einhverju dauðir kallar sem stýra því hvernig grunnlögin á Íslandi sem ég bý á virka. Það er bara absúrt og þetta er ekkert einhver svona ný og róttæk hugmynd, þetta er bara Thomas Jefferson segir þetta á sínum tíma þegar verið að gera bandarísku stjórnarskrána. Hann segir, það ekki að vera eldri en svona 16 ár. Þú veist, það er bara hver kynslóð á þennan rétt. Og það væri svo stórfenglegt að við gætum minnsta kosti á þessu kjörtímabili eða brátt breytt því hvernig við breytum stjórnarskránni. Og mér finnst alltaf eins og það detti út bara lífsvilinn úr augum fólks þegar ég segi þetta, að þetta er svolítið flókið. En þetta er svo ógeðslega mikilvægt. Ef við myndum geta komið inn með stjórnarskrárbreytingu, þar sem við segjum að reglulega á 15 ára fresti vera haldið stjórnlagaþing, þar sem þau geta fjallað það hvort það þurfa að breyta stjórnarskránni og þá hvernig, og síðan fer þá tillögur kannski fyrir Alþingi en það verður á lokum þjóðaratkvæðagreiðsla sem ræður því máli. Ef við getum komið með einhver svona ákvæðin, þá kæmumst við út úr þessum hjólförum að því við erum bara pikkföst og fólk sem heldur því fram að kjósendur hafni nýju stjórnarskránna þegar þið velja Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn og eitthvað svona veit alveg betur. Kosningar snúast aldrei stjórnarskránna. Það snúast allt önnur mál og mjög oft eitthvað sem tekist budtunni og fólk er að reyna að fá eitthvað betri díl fyrir sjálfan sig í þeim og fyrir vikið þá auðvitað er ekki hægt að segja að fólk sé þar með að hafna nýju stjórnarskránni. Fólki hefur bara einu sinni verið spurt með einangröðum hætti hana og svarið var algjörlega afgerandi, þú veist. Ég langar að spyrja, hefur ykkur einhvern tímann dottið í hug að bara byrja strax á byrjuninni aftur? Það er þjóðfund og svo framhaldir? Já, ég held bara að málið það að til þess að byrja aftur er alveg góð spurning og einhver leiti þá að þessi stjórnarskrá auðvitað orðin 10 ára gömul. Þú veist, það er talað um 2 kyn, þú veist, og alls konar. Samfélagið okkar hefur auðvitað breyst. Og það þarf held ég að uppfæra hana að því leiti, sko. En ef við myndum byrja alveg upp á nýtt, þá held ég að sé mjög líklegt að við myndum að lokum missa það sem við eigum núna, sem er þessi 25 manna samhljóma niðurstaða og svo þjóðin segir já takk. Þú veist, af því að það þarf að vera sérstakar aðstæður í samfélaginu sem eru svo stjórnarskrá stundir til þess að ná þessum hughrifum sem þarf að þú vilt rétta þig á móti einhverjum, þú veist, ég og Pétur Gunnlaugsson, útvarpsmaður og útvarpi sögu vorum bæði í stjórnlagaráði, sko. Við deilum engri skoðun, eiginlega, bjósi góður, þú veist, þannig að samt erum við bæði á þessari stjórnarskrá. Þannig að þetta er algjört kraftaverk og ég held að svona tímar, þú veist, við verðum að byrja á því að virða þessa niðurstöðu og svo þurfum við að halda áfram. Og ég held að ef við myndum bara byrja upp á nýtt, þá er svo líklegt að það myndi verða nota sem leið til þess að drepa þennan þjóðarvilja sem þarna birtist og hefur ekki verið heiðraður. Skilurðu, nú komum við bara komið eitthvað nýtt, fyrir maður rífast hvort er betra hér tvennt, skilurðu, það verður að byrja á því að segja, ok, við hlustum. Og svo getum við breytt. Og það er ekkert að því að breyta þessari stjórnarskrá, það er bara frábært en það þarf að gerast í svona samtali, ekki þessu flokkadrættingsrugli sem er í gangi á Alþingi, sko. Það var bara, held ég að, það er eitthvað fleiri spurningar allavega. Okay. Fólk er bara mjög glatt þarna í kommenturum og þakkar fyrir fyrirlesturinn. Já, takk fyrir mig kærlega, takk fyrir að leyfa mér að tala um þetta.